Virðulegi forseti, ég ætla að ræða á þessum stuttu 2 mínútum þjóðarsál Íslendinga. Ég ætlaði mér að spekulera hvað mótar hana. Hvers vegna nærist þjóðarvitundin á sífellt neikvæðum fréttum fremur jákvæðum? Og ræðan sem flutt var hér á undan staðfestir það fullkomlega. Við nærumst á því að níða aðra niður og reyna að finna eitthvað sem neikvætt. Fremur en að taka undir það sem verið að gera gott. Það eru stórkostlegir hlutir raunverulega að gerast hér á Alþingi og af hverju getum við ekki glaðst yfir því? En þetta ekki nýtt. Það ekki nýtt að Íslendingum hafi verið innprentað að nánast allt hafi hér verið í myrkviði og skósál áti og hafi umgengist hér heilu aldirnar. Anna Agnarsdóttir prófessor, hún fór á kostum í afmæli 18. aldar fræði síðastliðinn laugardag og hún listi upp 18. öldina. Hún sagði frá því hvernig menningarstraumar og lífsmunstur hér var svipað eins og meðal menningarþjóðanna í Evrópu. Vissulega var hér bæði heilsufarslegt og efnahagslegt hrun fyrir 300 árum í Stórubólu, en síðan tóku bara við ágætis tímar heillar kynslóðar eða fram í lok aldarinnar. Reykjavík reisi miðnaðarbæ og fyrir sig var kaupstaðurinn. Fræðimaðurinn Hrefna Róbertsdóttir birti afar grípandi grein innflutning til landsins á því herrans ári 1784. Hún fann innflutningsskýrslu frá þessu erfiða ári okkar sem einstæð heimild mataræði, lifnaðarhætti og byggðamenningu. Undir spúandi eldfjalli fluttum við til landsins algjöra munaðvöru þetta ár sem önnur ár. Saffrankrydd, kóríander, ólífólífur, fíkjur, kransarkökur með kaffinu, gullringar, pelsa, postulín, silfur og silki. Þetta var almennt, það voru mjög margir Íslendingar sem fluttu þetta inn, þetta ár, sem talið algjör svartnættist ár í sögu þjóðarinnar. En við viljum heldur trúa neikvæðinni, hvort sem það horfnar aldir eða í núinu. Fremur en að treysta á getu okkar og tækifæri. Stíll, orðfæri og hegðun hefur áhrif á börnin okkar og neikvæðinni smýgur inn í sálarfylgsni þeirra og skelfir þau. Samanber þingsályktun Þorsteins þingmanns Karls Garðarssonar. Við skulum móta þjóðarsálina með bjartsýni, jákvæðni og trú á mátt okkar og megin.